Jæja, sælir, 3-0 tap, en nú langar að spyrja hvernig tilfinningin eftir leik? Tilfinningin bara mjög góð. Við erum náttúrulega bara 2 deildum neðar og tókum þátt í þessu bikar til að fá eitt svona gott verkefni eins og þetta og fórum svolítið í low block, eins og maður segir. Það bara gekk vel. Við héldum þeim í stöðunni 0-0 bara í 50 okkar mínútur. Þetta 60 mínútur og ég get ekki verið aðeins bara stoltur af mínum strákum. Þannig að þú lítur á bara jákvæðir punktar? Já, við tökum margt með okkur úr þessu leik í næsta leik. Við erum náttúrulega í smá ströggli búin að vera. Fáum alveg gríðal töfn í síðasta leik. En já, ég er bara gríðal stoltur af strákunum og strákunum og við byggjum ofan á þetta. Góði varnarlega, bara gáum lítil færi á okkur. Gefum móti mörk, en þetta er klísja, alltaf mörkin sem fáum á okkur eða allir fá á sig, þetta er alltaf ódýrt. En jú, bara virkilega sáttur við okkar leik. Já, þannig að þú voru satt með nokkra sensa á að skora, en hérna, er það kannski eitthvað sem þarf svona að skerpa á næsta leik? Já, þú veist, við fáum þetta góða sjensa, góða möguleika upp á vellinum, en hérna, jú, það þarf að skerpa á því, en þetta er eins og ég segi, það eru 2 deildir á milli þetta og þú veist, við nýtum þess að sjensa kannski betur í okkar deild, það myndi ég halda. Já, nákvæmlega, en vörnin, það er jákvæði punktur. Jákvæði punktur og það var það sem við ætlum að leggjast á. Búin að fá gríðarlega mörk á okkur í síðustu leikjum og bara eiginlega rík leka. Það var ekki í dag á móti góðu Gróttuliði, mjög góðu Gróttuliði. Og já, þetta var bara gaman, topp aðstæður og skemmtilegt að koma eitthvað. Virkilega. Ok, já.